má framselja hlut sjóðsins hverjum sem er. Ég hnaut þessa rosalega flottu grein hérna 39.1. Viðskiptavini óheimilt að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt samningnum í heild eða hluta án skriflegs samþykkis reit 20. 39.2. Reit 20 heimilt án samþykkis viðskiptavinarins að framselja réttindi sín og skyldur samkvæmt samningnum að hluta til eða öllu leyti til félaga í sömu félagasamstæðu og reit 20 og til allra annara félaga. Og þá velti ég fyrir mér, hvað þýðir nákvæmlega grein 39.2? Hvað þýðir allra annara félaga? Einhver kvaðir á því hverjum þeir með að selja sín réttindi eða getur fólk allt í einu vaknað við það að fá tilkynningu að einhver erlendu vogunarsjóður búin að kaupa 20% íbúðinni henni og þú átt bara að treysta að allir verið næs eftir 10 ár og hversu oft má til dæmis framselja þetta, endar þetta í einhverjum trylltum vafningum. Það vantar aðeins að skýra þetta betur því þegar þú segir allra annara félaga þá ertu bara með þetta galopið. Þannig að ég myndi ekki skrifa undir þetta nema þú fáum meitlaði stein hverjum má selja og hvernig þú getur varið þín hagsmuni.